þessar félagslegu og menningarlegu breytingar eru raunverulegar og til dæmis eins og í Bretlandi þá telja múslimskir Bretar það fýsilegra að vera með sharia-lög heldur en hærra hlutfall telja sharia-lög vera mikilvæg stoð innan dómskerfisins heldur en í til dæmis Tyrklandi. Og fólk frá Bangladesh ólíklegra til þess að samlagast samfélaginu og vera með svona, hvað var að segja, svo ég fá að sletta progressívar hugmyndir stöðu kvenna heldur en í Bangladesh. Þannig að þessi menningarlegu átök eru raunveruleg og nú erum við allir með að sjá eins og í Bretlandi, þar eru 85 svona sharia dómstig einhver sem að ótrúlega einkennilegt að fylgjast með hvert vægi þeirra innan raunverulega. Það hafa ekkert lagalegt gildi en mikið af fólki einmitt fer út í svona. Nákvæmlega og ég tel bara eðlilegt að fólk horfi til þessara þróunar og segja, heyrðu, hingaðu ekki lengra, ég vil ekki vera að fá þetta inn í mitt samfélag og staða kvenna, staða samkynhneigðra, þú talar að fólk væri svona kennt að vera einhvern veginn með mismunandi hugmyndir. En ég meina, ef að hópurinn, til dæmis ég fór að hugsa það